Segðu það á Samstöðinni. Já, við ætlum að halda áfram að tala Grindavík og Reykjanes elda. Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur, dvergurinn. Góðan dag. Það er nú eitt það þetta gos sem er núna í gangi. Það geti fjarað út. En þá er ekki öll sagan sögð, þá getur bara að byrja að gjósa aftur í vor. Já, það er sem sagt að því við erum komið með þessi atburði í gang og þeir einkennast að þessum köllum eldar, en eldar eru svona samspil þá af skjálftavirkni og landrisi og síðan eldgosum. Öll skjálftavirknin, hún er ekkert endilega endar í eldgosi, það getur bara verið kvikuinnskot sem er undir yfirborði. En þetta eru svona atburðir sem endurtaka sig með ákveðnu millibili í, eins og við þekkjum söguna, yfirleitt í einhver ár og stundum í áratugi. Þannig að á hverjum stað þegar ákveðin svona eldgosa reyn fer í gang, að þá erum við að tala eitthvað sem varir í ár til áratugi. Já, og þá ekki að tala Reykjanes allt, heldur bara þarna í kringu Grindavík. Já, þetta getur verið ár eða áratugir. Já, Sundhnúkarnir og Fagradalsfjalli getur verið í gangi alveg fram undir 2030 þess vegna. Og engi getur svarað því hvort að þetta sé lokin eða hvort þetta sé í 10 ár. Og þú þurfa líklega að líða svo 10 ár eftir að þetta hætti áður en að þú getur sagt, já, þetta er líklega búið. Já, kannski ekki alveg svo langur tími, en sko því að við sjáum náttúrulega hvað er að gerast undir yfirborði með ýmsum móti, og svo með mælingu og landrisi og annað. Það er alltaf fullu núna. Já. Það er að hlaða upp í næstu gos, getur orðað þannig? Já, það er því miður, þá er það ennþá í gangi. Já. Og við sáum þetta þessi Kröflu líka, þá var gekk þetta fyrir sig á 9 árum, og þá voru svona atburðir þar sem voru með landris og síðan var fengum við skjálftahrinu og stundum leitið það til eldgos, en stundum var það bara virkni undir yfirborði og þetta endur tók sig mörgum sinnum á ári í 9 ár. Og það er alveg hætt við því og við búið að það sama gerist í Sundhnúkum og í Fagradalsfjalli. Svo getur þetta færst yfir í eldvörpin. Og þá er spurning hvað verður það lengi í eldvörpunum. Eldvörpin eru hvað fyrir vestan Grindavík? Já, þau eru fyrir vestan Grindavík. Og ekkert svo langt frá, þannig að einhver svona læti þar hefur áhrif á Grindavík líka. Gæti alveg haft áhrif á byggðina þar og það er raun og veru nokkuð vestan við Gólfvöllin. Þannig að það er aðeins svona lengri í burtu, þannig að það er þægilega að vera með hlutin í eldvörpunum heldur í Sundhnúkum, allavega með tilliti til Grindavíkur. Og svo getur það farið í Reykjanesi, og þá erum við með bæði fiskeldi og virkjanir undir. Svo er alveg viðbúið að á einhverju tímapunkti fáum við Brennisteinsfjöll og Bláfjöllin í gang, Krýsuvíkur reynina, Sveiflu hálsin og alveg norður undir Búrfell. Þessi Helgafell segi ég, og Búrfell náttúrulega er nyrsti gígurinn á þeirri reyn, sem er upp í Heiðmörk og fólkið þekki kannski meira betur sem Búrfellsgjá, vinsæl gönguleið. En það var eldgos þar fyrir 7000 árum síðan og bjótið þar hraun sem við þekkjum sem Vígstaðarhraun og Garðarhraun og Gálgarhraun og Hafnarfjarðarhraun. Það stóð hluta Hafnarfjarðar byggður á því hrauni og hluta af Garðabænum. Og þetta getur svo sem allt þetta er allt saman möguleiki og það er mismunandi mikla líkur á hinn og þessu en ef þetta fer í gang þá er þetta bara það sem við þurfum að búa við og það getur staðið í nokkur 100 ár. Og allir getum við komin inn í svona Reykjanes elda og það er eitthvað að þessum, hvað kallar þetta, reyn? Já, gosreinar eða sprungureinar. Já, og þær eru kannski 7-8 þarna yfir. Já. Og í hverju á svona 2000 ára fresti þá fer þetta í gang og á hverju tímabili þá eru kannski 3, 4, 5 sem kveiknar á. Já, svo síðast þá vorum við með Reykjanesi, við vorum með eldvörpin, við vorum með Krýsuvíkurreynina, alveg norður eftir öllu, Brennisteinsfjöllin fór í gang, Bláfjöllin fór í gang og
ég held að hafa, má segja hengindin, það er þessi eitt gos í henglinu sem eftir að tengja kannski við þetta. Og það er náttúrulega annars. Það er líklega að kveikni á þessu öllu. Já, þetta mun allt saman gjósa eitthvað tíma. Og þannig að það er svona erfitt að kannski sætta sig við, bara eitthvað tíma getur gósið, en af því að það getur gósið á morgun, en það getur líka gósið eftir 100 ár, að þá er náttúrulega langt best fyrir okkur að vera sem best undir það búin að takast á við þá hluti sem gætu gerst til þess að draga úr áhrifum þeirra. Og það sem við gerum núna, það getur nýst okkur í framtíðin, við getum jafnvel þróað hlutin áfram og annað, en ef við vinnum skipulega í því að finna út hvað eru bestu varnaraðgerðirnar og hvernig getum við undirbúið samfélagi þannig að þetta hafi sem minnst áhrif á. Við erum ekki sérlega góð í þessu sko, þó svo að hafi verið dregin upp að þetta geti farið í gang, að Reykjaneseldar myndu byrja aftur, líklega bara á okkar líftíma, að þá er ekki svona kannski undirbúningurinn. Ég var hérna að ræða hérna við Grindvíkinga og þau voru að tala um að það er eiginlega byrjað að byggja varnargarðana þegar gósið er byrjað. Já, við erum mjög góð í viðbragði. Já, en við erum ekki góð í undirbúningi. Við erum ekki góð í fyrirbyggjandi aðgerðum og undirbúningi og varnaraðgerðum. Það verður bara að segja alveg sér. Þar erum við frekar aftarlega á meirinni og við getum tekið Japani sem fyrirmynd. Þeir eru mjög góður í fyrirbyggjandi aðgerðum. Auðvitað virka það ekki alltaf 100% en þeir eru búin að byggja varnargarða fyrir flóðbylgjum og þeir eru búin að búið til rennur fyrir gjóskuflóð frá eldgosum þannig að það fari ekki yfir bæinn, heldur að fari beint út í sjó og margt af þessi er engin smá smíði. Og núna er þeir sko af því að þeir voru með varnargarða fyrir flóðbylgjur en þeir voru bara fyrir jarðskjálfta upp á 8 ef ég maður rétt. Svo fengu þeir þennan stóra skjálfta sem var yfir 9 og flóðbylgjan hún var stærri og meiri heldur en varnargarðin og bara tók varnargarðina með sér. Og núna eru þeir að endurskipuleggja byggðina. Þannig að nú má enginn búa niðri á flæðisléttunum sem er í dalbotninum. Þú verður að búa öll byggðinum flutt upp. Það má vera atvinnustarfsemi þarna niðri en íbúður þetta var ekki fyrsta skipti. Þetta er vanin hjá þeir í öllu viðtölum, ekki? Jú, þetta fer að vera venjan, sko. Og maður gleymir líka að slá þetta af. Þannig að Japanir, þeir eru með skipulag sem að miðar að því að þeir búa á svona svæði. Já. Og við mættum taka það. Alveg, þeir eru með eldfjöld, þeir eru með jarðskjálftana og þeir, sko, ekki nóg með að þeir eru búin að fara í aðgerðir sem sagt að byggja upp varnargarða og hina þessi innviði til þess að miða því að reyna að draga úr hættunni á þessum atburðum. Þeir æfa sér líka og það er tekið alvarlega. Samfélagi tekur þátt í æfingunni og þannig að þeir eru líka að þessu leitin til með miklu meiri aga heldur en við í þessum málum. Við mætti færa þið aðeins frá Grindavík í annað svæði sem Vestmannaeyjar. Ef það væri japansk yfirvöld hérna, þá væru við með æfingar það að rýma Vestmannaeyjar. Já, og þeir væru búin að setja upp plan hvernig þeir ætla að rýma Vestmannaeyjar og ekki bara eitt plan, heldur væru þeir búin að setja þannig upp að það tekur tillit til allra mögulega aðstæðna sem þeir geta hugsað upp. Ef að gosið lokar höfninni eða flugvellinum. Já, þá hvað ætlar að taka þá fólkið? Og hvernig það þarf að gera það og þá þeim tækjum og tólum komið fyrir sem að munu nýtast þá í það bara ef til kemur. Það er svo við sem að kannski spáði að sé fara að gjósa í Vestmannaeyjum en það muni alltaf að gera það á endanum að þá þegar það gaus hérna fyrir hálfri öld að þá var höfnin full af bátum en þeir eru ekki til lengur núna því að síðan hefur kvótakerfið komið og það hefur bara orðið færri og stærri útgerðir og bátar sem að sjá þetta. Þannig að það er ekki í höfninni floti til þess að flytja Vestmannaeyinga í land eins og var þá. Nei, alls ekki og þannig við þurfum virkilega að hugsa okkur hvað Vestmannaeyja varðar og fleiri staðir sem að við teljum að kannski svipar aðstæði getur komið upp. Hvernig ætlar að rýma? Hvaða aðferðir og hvaða tæki og tóla þarf að nota við þá rýmingu og þau þurfa þá að vera til staðar og svona eins og með bara ef við erum með
hótelgistingar á svæðin sem eru kannski undir einhverju hættu, undir einhverju vá, þá þarf líka að hugsa hvernig ætlar að, ef það kemur til, hvernig ætlar þá að gefa bregðast við. Það er seint að fara að hugsa það þegar atburðurinn komin í gang. Já. Og það á kannski við eitthvað að hótelunum á Suðurlandi og... Já, við megum alveg hugsa þetta. Sko, og bæði ekki út af rauni eða öskufalli, heldur líka bara flóðum. Flóðum, snjóflóðum, það er hættundan hjá okkur eru margar, en þetta er langt frá því að vera óbyggilegt land, en við verðum að þekkja líka okkar náttúru og hvernig hún virkar og vita hvernig er best að bregðast við atburðin sem eru kannski á þeim skala að þeir eru vá. En svo erum við að kynnast náttúrunni og við veist að það var þetta sprungurnar í Grindavík og það var náttúrulega maður sem bara hvarf jörðin gliftan og þá hafa Grindvíkingar verið að segja mér að það hafi komið í ljós sko að gjáin var einhvern veginn allt öðruvísi heldur en að menn töldu hann væri. Þannig að væri eiginlega bara einhver risa hellir undir, þannig að það væri saltvatn, þannig að það væri straumar, eitthvað sagði að það væri fiskar þarna og þetta hefði bara verið allt öðruvísi sprunga heldur en að menn töldu geti verið þarna. Já, nú hef ég ekki fengið... Að kíkja það núni? Nei, og ekki fengið nánar lýsingar á þessu sem að mennur, en með grunar og það ætti ekki að koma okkur óvart að þarna sé hraunhellir. Að sprungan farið þá gangi þá hugsanlega niður í hraunhelli og slíkir hraunhellar, við vitum að þeir geta verið margra kílómetra langir og ef þeir náttúrulega eru fyrir neðan vatnsborð þá eru þeir yfir fullir af vatni. Og það getur flætt þá geysi mikið vatnsmagn. Og það er alveg hugsanlegt að... Straumur. Já, það er straumur, og það er alveg hugsanlegt að það sé tilfellið við þessa sprungu í Grindavík. Þau voru að segja við mig að við vorum búin að fylla upp í sprungur, en það er allt farið, segja þér. Og þá að því að þú varst að nefna Japan, að þá var að tala að það væri til svona eins og púðar sem væri settir í svona sprungur. Og svo væri fyllt ofan á það. Það væri einhvern veginn möguleiki á að fylla upp í botnlausa sprungu. Já, svo tæknið til og það er náttúrulega og kannski miklu betra fyrir verkfræðinga að svara þeirri spurningu en það er þeirra svið, sko. Og við getum alltaf fundið líka lausnir og eitt af þessi sem við þurfum að hugsa er líka að finna lausnir, ekki gefast bara upp og þetta sé ómögulegt. Og það eru margir hér á Íslandi sem hafa góðar hugmyndir, það hefur komið fram hugmyndir hraunbrú sem myndi reisa til að halda mikilvægum vegum opnum. Hvað er það, hraunbrú? Að láta hraunið byggja bara brú yfir veginn og láta hraunið fara yfir það. Og sjálf sér ef við gerir þetta og ef að menn hugsa þetta frá réttu sjónarhóli þá er alveg hægt að gera þetta þannig að hraunið það eigur á styrkin á brúnnu og göngunum, sko. Og þannig að það er bara mjög virkilega gott að menn gerir það, sko. Og En þetta með að þú talar hraunhella, breytir það svona öryggi Grindvíkinga ef að þarna eru stóri hraunhellar undir? Ofan á kvikugangin og það breytir náttúrulega burðin og svo fyrir eftir hvað er langt niður á hraunhellarna. Það er víða hraunhellar og ég meina Skaftafellshraun fullt af hraunhellum. Hraunin á Reykjaneskaga almennt séð eru full af hraunhellum og hraunin fyrir norðan hvort sem við erum í Gjástykkinu eða Þeistareykjum eða Kröflu og það eru hraunhellar. Það er sprunga sem að myndast ofan á slíku að þú fyllir hann ekki? Ekki á einfaldan hátt, sko. Það væri kannski hægt að setja einhvern búða eða einhverja styrkingar inn í þetta sem að gætu. En sko, hvernig við leysum einstaklega tilfelli, það er náttúrulega, verður bara að skoðast eiginlega í þeim tilfellum. Svo náttúrulega líka alltaf veit möguleikin að bara útiloka svæði, bara loka þeim hreinlega, segja alltaf lagi, hér ætlum við bara, hér fer enginn. Þetta er bara bannsvæði sem við erum ekkert að láta fólk fara inn á. Og eins og í Grindavík núna með, sko, eitt af vandamálum að fara að fylla núna í sprungurnar
Og meðan þetta á hreyfingu? Þetta á hreyfingu þannig að það er kannski ekki alveg. Þú mútu vilja bara bíða og sjá til þegar þessi kaplir er gengin yfir, að þá sé þetta að meta það hvað það gera. Ég hugsa að það væri betra að gera það svolítið. Þessi kapli gengin yfir, það getur verið 10 ár? Já, því miður. Þetta er ekki eitthvað sem gerist 1, 2 og 3. Nei. Annað sem að með voru að velta fyrir sér þegar ég var að spjalla við Grindvíkingana var Sigdalurinn. Af því hann dunkar þarna niður fyrir áramót. Og nú eru svona sagnir það að hann sé að síga enn meira. Og vissi að ég ætlaði að tala við þig. Hann sagði, spurði hann hversu langt getur þetta dunkað? Og þá voru menn bara að velta fyrir sér Ef þú ert að hugsa mjög langa tíma, hugsaðu þá Þingvelli. Ég reyndi að segja það. Farðu bara í Almannagjá og horfðu upp eftir vegnum. Og horfðu síðan á Þingvallavatn og horfðu hversu djúpt það er. En er það ekki atburður okkur stærri skala heldur en eru þarna? Já, það tekur miklu lengri tíma. Við getum líka farið upp í Heiðmörk og sem sagt, ef við komum að Búrfellsgjánni þar sem að fólk leggur yfirleitt og labba síðan upp gjánna upp í Gíg, að þar eru misgengi og ef þú labbar eftir gjánna þá ferður niður eitt af þessum misgengjum og það er svona 6 metra fall þar. En ef þú horfir bara norður eftir og horfir á klettana sem eru þar fyrir ofan, það er brekka sem menn keyra upp og síðan keyra með niður hinum einu og niður í Sigdal sem eru slétturnar, graslétturnar hana fyrir norðan, að þar er fallið 62 metrar. En það er bergi sem er þar, það er náttúrulega búið að vera til í cirka 200-300.000 ár. Og það er þá hreyfing yfir þann tímaskala. En hraunið er 7.000 ára. Og svo getur maður reiknað, þá er þetta að tala ef þetta myndi vera jafnt og þétt sig, þá er þetta að tala 1 metra á 1000 árum. En það gerist ekki jafnt og þétt. Nei, þetta gerist í stökkum og atburðum. En þetta er við bara í bæjardina hjá okkur. En varðandi þetta sem er inni í bænum hjá Grindvíkingum, hann er búin að dunka hana. Er þetta að segja, já, hann er núna búin að dunka og þá gerist ekki næstu 1000 árin? Það er svolítið erfitt að því að tíminn og jarðfræðin er svo slítin. Já, ég hugsa að það verður nú einhverja hreyfingar þarna í Grindavík á næstu árum. Já. En svo jafnar þetta sig og hlutinni róast og við getum kannski skætti 5-10 ár, þá er þetta sem sagt gengið yfir þessi hrina og þá er nú svona líklegt að menn fái frið í svona cirka 800 ár og síðan endur tekur saga sig En þetta er atburði sem er að ganga yfir sem að er að öllu líkjöndum næstu 5-10 ár. Já. Það er ekki þannig að við getum fengið einhver svör í vor eða næsta haust eða það er ekki í boði. Nei, því miður þá er það og jafnveg þó allt fari leggist í ljúfa löð þá getur það tekið sér upp aftur og þannig við verðum eða fara eitthvað í gangi eldvörpum sem að reyfir jörðina í Grindavík. Já, því miður þá verðum við bara að vera þolinmóð og þetta alltaf verður þolinmæðis verk að horfa á þetta allt saman og gangi í gegnum þetta. Eitt sem að fólk hugsar þegar horfir á loftmyndina, þá eru varnargarðarnir. Já. Og nú veist þú hvernig hraun hugsar. Það að varnargarðurinn er þarna er hvað kallið þetta, svona hraunelfurinn sem er þarna. Já. Er hún út af því að varnargarðinir eru þarna eða getum að tekið þennan hraunelf sem er þarna og fært hann bara yfir Grindavík og sagt að ef að varnargarðin hefði ekki verið, þá hefði þessi spía gengið inn og langt inn í bæinn. Já, hún hefði farið niður í bæ. Og við sjáum það bara á hraunhermunum. Og þá hefði mikið meira bænum farið. Og varnargarðin hann virkaði mjög vel. Þótt þessi bara hálfu byggður, hann átti að vera hærri. Já, hann átti að vera hærri og hann átti að vera lengri og síðan átti að vera komið fyrir hann líka á austanverðu. En alveg hraunelfan, hún er þráðbein út af varnargarðin. Og hún fylgir honum alveg eftir. Já. Og það eru 2 ástæður fyrir það. Varnargarðin er þarna en síðan fer hraunið, jaðarinn, hann fer að kólna.
Þegar það er að flæða og hraunið er að byggja raunavöru bara byggja við garðinn. Já, bara byggja bakka. Já, við garðinn. Já, og það byggir upp sem sagt svona bakka fyrir hraunelfuna og eftir því sem að hraunelfan hækkar þá slettur hún bara aðeins út og þá byggir kantana upp alltaf meira og meira og þeir hafa svakalega mikið styrk. Þannig að þeir eru ekki fullstorknaðir. Þeir eru yfirleitt, kjarnin í þeim, hann er á þessu hitastigspili sem er svona 800 og 1000 gráður og þá er efni deigt. En þetta deiga efni hefur langmesta styrkin af öllu, bæði miklu meiri styrkandur hraunvökvinn og eins líka kólnarhraun, því að kólnarhraun, þá ertu komið stuðla og stuðlarnir, stuðlasprungurnar eru allir veikleikar. Þannig að hrauni hjálpar okkur, þó svo elvan hækki, þá hækkar kanturinn með og hrauni virðist muna eftir þessu. Þú veist að það er svo magna hvernig þetta gerir þetta. Þetta er svo hugsunarbrautir í heilanum. Já, það er svo að þú er búin að byggja garða hérna, að þá haldast garðarnir og þeir bara byggjast upp. Og til þess að halda við þá slettur hraunni yfir og þá leggst það sem sagt upp að garðinum auðaverðu. Þannig að efsti barmurinn á garðinum, hann er aldrei kannski nema 2-3 metra fyrir ofan hrauniyfirborðið. Þannig að elfurinn, hann heldur áfram að byggja garðin. Já, og þetta er... Og það er ekki þannig að því hann séð einhvern veginn eðlisþyngdri, eða ég er ekkert góður í eðlisfræði, að það verði svona þrýstingur og garðurinn haldi ekki hrauninu. Eða ef við erum með svakalegt magna hrauni. Þá er það bara hraun sem myndir bara ganga beint á garðin, en ekki ef hann er að renna með honum. Nei, ef það hefur út, ef þú getur keyrt það leitt hraunið, eftir farvegi sem helst greiður fyrir hraunflæði og þá á inn á svæði þar sem við getum sett eins mikið magna hraunið eins og þetta er hug. Eða út í sjó. Það sem við ára hugsum, það er sjórinn í okkar tilfelli. Við heldur bara ástandinu því að þá ertu bara komið stöðuð flæði og stöðu að hrauna á og hún bara tælir en leið og fer fyrirstöð ykkur staðar. Þá fara hlutur að gerast. Þá vil hún ryðja í burtu. Já, og reyna að ryðja í burtu en þá líka getur hækkað í og hún fyrir að flæði yfir. Er þetta þess að menn eru að sjá betur núna eða vissu áður þannig að við gætum raunverulega nú talað oft að geti runni hraun í völlunum í Hafnarfirði. Að við gætum smíða þar einhverja svona rásvipað og Japanir hafa gert í sambandi við gjósku. Þetta er hluti sem við þurfum að skoða. Sumir okkar náttúrulega vissum að þetta er hægt að gera þetta og það eru margir sem voru skeptískir og ég held að flesti séu nú svona sameiginlega vel sannfærði núna eftir að hafa horft á þetta hann í gerði að 80% af þessu hrauni sem hefur komið upp, það er fyrir norðangarðin. En hvað við gerum... Það munur á því hvort að setja loka Geldingadölum þannig að hraunið haldist þar inni því að þá vill hraunið vera íta garðinu í burtu eða hvort að sé beint braut. Þú leiða það fram hér. Og endan ef þú stoppar, setur bara fyrirstöðu og ef gósið heldur áfram þá endan að fer það yfir og reyður fyrirstöðin í burtu verðan þess að þú komið það mikið magn aftan við. Það er bara þingstinn á massanir sem þú búin að safna fyrir aftan við. En ef þú leiðir hraunið inn á stað þar sem að getur tekið við mjög lengi að þá ertu komið miklu betra ástand og þá er auðveldur að vernda það sem þú vilt vernda. Og við þurfum að vera góð í þessu því að við munum búa við elda á Reykjanesi. Já, og vita hvernig við ætlum að gera þetta. Eins og, þetta sé engin þarf að fara að byggja varnargarða fyrir ofan vellina. En það sé komin tíma að við förum og skoðum aðstæður. Við hönnum varnargarða, við áttum okkur hvar við viljum að þeir liggi. Eða búa til rás. Eða búa til rás. Hvað er það sem við viljum gera ef það kemur til gos og vera tilbúin. Það er það sem ég hef verið að leggja áherslu á. Ekki verið að segja að við þurfum að fara að byggja ykkur svaka varnargarða. En við þurfum að vita hvað við ætlum að gera, hvernig við ætlum að gera það og vera með þetta skipulat þannig að við getum gengið beint í verks. Það var viðbragð og getu til þess að framfylgja því. Svo ég vitni nú í Grindvíkinga því að sömuleyti finnst mér svona eðlilegt að spurja bara út frá þeirra því að þótt að séu náttúruhamfarir hann þá er þetta náttúrulega hamfarir sem ganga yfir samfélagi á þeim og eiginlega í gegnum hverja fjölskyldu og einstakling
það eru gjár í þeim, að eitt sem að eitt sagði við mig hérna, kannski voru varnargarðanir óleikur, þetta er kannski ekki jarðfræði og ekki eldurverkfræði, því að þau tóku af okkur hitaveituna og nú er engin hitaveita niður í Grindavík og spáðu miklu frosti. Maður sá það bara fara yfir rörið bara í beinni útsettingu. Já, það er alveg rétt. Já. Og þá spurningin, hverju viltu fórna? Já. Hugmyndin var svo að við væri búin að leggja þetta í jörð, hitaveituna, áður þetta kæmi. Ef við hefum verið komin aðeins lengra. Maður vantaði kannski bara 4-5 daga upp á það, sko. Já. Ef við hefum byrjað aðeins fyrr. Það er þetta sem er, sko, þú veist, ef við erum að gera allt í flýti og hérna, þá kannski kemur alltaf það fyrir að við höfum ekki tíma til að klára hlutinu eða gera það almennilega. En ef við erum með svona fyrirbyggjandi aðgerðir og hugsa þetta svona fram í tímana, þá eru meiri líkur á því að við séum tilbúin þegar atburðinni skella á. Og þetta er alveg rétt sem að segir, þarna var hitaveitunni fórnað fyrir byggðina. Eða kannski fyrir 10 hús. Það er líka orðað þannig, því að Spían hefði ekki tekið allan bæinn. Nei. En hún hefði getað kannski farið niður í höfn og þá er náttúrulega bara Grindavík búinn. Eins og við þekkjum hana. Já, þá er höfnin farin. Þannig að þetta er náttúrulega alltaf spursmál og það er líka þess sem að ég leik alltaf mikla áherslu á það að vísindamenn veiti upplýsingar, eins áræðanlegar og eins gagnlegar upplýsingar sem þau geta og bæði sem hvernig staðan er á hverjum tíma og eins líka hvað getur gerst í framtíðinni. Því þá er þeir sem þurfa að taka ákvarðanir, hvort sem það eru íbúarnir eða einhver yfirvöld eða annað, þá er þeir upplýstir hvað getur gerst, eins vel eins og við vitum það og þá geta þeir tekið upplýstar ákvarðanir. Þegar fólk stendur fram fyrir stórum viðburðum, þá er það oft þannig að það tekur bara tíma að átta sig á stærðara. Og ég býst við að þú hefur bara fundið það í samtölu þínum við fréttamenn og bara fólk og stjórnmálafólk og alls konar. Að það er svolítið þannig að fólk heyri bara það sem getur kynnt, sko. Og þá örglega við Grindvíkinga sem að margir voru með svona vissum að bara við förum í bæinn og stöndum saman og að þetta væri spurningum svona samstöðu. Ég var að tala við þá feðga hérna áðan og það var svolítið, þeir voru að vísa til þess að það var, nú verðum við að hætta þessu. Nú verðum við bara að fara að horfa á hver raunveruleg staðan er. Og það eru langur tími liðin síðan hérna í byrjun nóvember þegar að jarðskjálftarnir voru að ganga yfir og kvikugangurinn að myndast undir bænum og menn eru bara ennþá að meta það hvað þetta er raunverulega stóri viðburðir. Já, og svo á jarðfræðilegum skala eru þau litlir. það er kannski sem er svona kannski hræðmann pínlítið. Og þú meinar að við getum fengið eitthvað verra á Reykjanesi? Kannski ekki mikið á Reykjanesinu en annars þar á Íslandi höfum við fengið stærri atburði og það er kannski skemmst að minnast á Skaftarelda. Og ef við horfum bara á hraunið, ég man nú ekki alveg tölun okkur, þá eru 29 bæir sem fór undir hraun. Og við erum að hugsa að ef förum aftur þennan tíma þá voru þetta náttúrulega bara fyrst og fremst bændasamfélag. Og sem bæirni mistu sko 90% af búféna. Og þetta er lifbrauðið. Og að við sko Ísland getur boðið okkur upp á mun stærri atburði og við þurfum náttúrulega líka að vera tilbúnir í þá. Við þurfum líka, sko, þó svo kannski förum ekki í einhverjar stórkostlegar aðgerðir við að gera eitthvað, við þurfum að samt sem að hugsa hvernig ætlum að bregðast við og hvernig er best að reyna að tækla það dæmi og reyna að hafa einhverja hugmynd stærðargráðuna á atburðunum. Það minn Skaftaröldarhraun fór næstu 50 kílómetra á 4 dögum. 4 dögum? Svona það er eins og hérðan til Selfoss. Já. Og það er á einu staðnum þá, ég held að tunga sé, hún er annarkvæmt 8 eða 10 kilometra löng og það fór þá vegalengd á
2 dögum. Þannig þannig erum við að tala um eitthvað sem að fara miklu hraðar yfir og auðvitað er þetta sjaldgæfari atburðir. Og síðasti atburður á þessari stærðargráðu var 1783, það er Skaftárveldar. Þetta er svona, þeir eru með svona 250 til 500 ára tími. Komin tími á neðrimörkin hana. Það komin tími á annað hana, sko. Já, og þú ert að segja að við höfum svona jarðfræðilegu þekkinguna, við höfum verkfræðilegu þekkinguna til þess að plana einhver viðbrögð og við ættum að gera það. Já, og svo getum við líka, við höfum, alveg rétt, við höfum þekkinguna. Við höfum líka, sko, það er ekki bara verkfræði og jarðfræði, það er, við erum náttúrulega með bæði eðlisfræði og starffræði kunnáttuna líka og eins, sko, verkmennta þekkinguna, það er fullt af mjög flinku fólki sem er að vinna í jarðvinnu og annar stað sem er alveg mikilvægt að hugsa líka. Og við getum farið og nýtt okkur þetta, reynda að skipuleggja mál og fara í geim og skoða hvað er sem við þurfum að gera, hvernig þurfum að byggja þetta upp og reyna að koma ykkur svona skikki á að fara í fyrirbyggjandi aðgerðir. Og við getum líka sko lært af þessu, við náttúrulega leið og ferði svona, þá lærum við líka í leiðinni, eigur við þekkinguna og skilningin og nýtir það áfram. Þannig það er menntun sem er líka söluvara. Við getum, og ef við erum á brottinum í þessu, að þá kemur fólk annars staðar úr heiminum til þess að læra þessa hluti hjá okkur. Við erum bara sótt Japani sem eru búin að hugsa það lengur. Já. Og það er margir fara til Japan til þess að læra hvernig er að taka á náttúru og annað. En þarna er einhvern tíman hvað við þurfum að gera til þess að tryggja öryggi, að einhvern tíman kemur að einhverju spurningu sem það er bara ekki kostnarins virði. Og það, ég geti komið með spurningu núna sem að þið þetta óþægilegt að fá, sem að væri, hvað þarf að gera til þess að fólk geti búið örugt í Grindavík? Það er ekki endilega víst að þú hafir alveg bæði við séum ekki búin að átt okkur áðurlega á hvers staðan er, kannski bara óráðlegt að svara þessu fyrir en að við erum komin í gegnum hennan kafla. Já, ég held að það er ekki bara við Grindavík, það er raun og verið alveg saman hvar þú býr, þú ert aldrei 100% öruggur. Það er engi staði sem er, þú veist, alveg öruggur. Það er alltaf eitthvað sem að það er allir staður í Íslandi öruggar en Grindavík akkurat núna. Já, það er alveg rétt. Og spurningin er kannski frekar, sko, hvað þurfum við að gera svo að áhættan sé ásættanleg? Að fólk vilja halda áfram að búa í Grindavík. Og það er, ég meina, svo sem hef ekki neina lausnir svona fram úr erminni hvað það var þar, en það er hægt að hugsa dæmi frá ýmsum sjónarhólu. Það var spurning hvað er hagkvæmt fyrir samfélagið og hvernig menn vilja takla þetta. Man getur hugsað sér alltaf við ætlum að hafa vinnuaðstöðun í Grindavík en við ætlum að hafa byggðin einhvers annar staðar. Svipa á dæmi svo tókst frá Japan að þú máttir byggja atvinnustarfsemi á botninum en íbúðirnar urðu fyrir ofar. Já. Og eins og ef ég bara horfir á Grindavík núna að þá ef menn er hugsað að þróa byggðina þá hefði sennilega verið miklu skynsamlega að þróa byggðin út á Þórkötlunes. Það stendur hærra. Hraun sem að kæmi þetta niður eftir það myndi alltaf fara sikkvara með við það. Það er svona bara... Það er eitthvað sem menn hefðu geta séð fyrir ef að menn hefðu spurt réttur spurningarna sín. Já, ég held að það er ekki eitthvað sem er að koma í ljós bara núna. Akkurat. Og það er, sko, við þurfum að taka þetta inn í skipulagsmálin. Og það er þess að sem líka tala um, sko, að við þurfum að mennta okkur. Við þurfum að auka þessa þekkingu í landinu. Hvernig við getum unnið með náttúruvá og dreigið semst úr hættunni sem henni er tengt. Og það koma svo mörg svið inn í og þetta er líka tryggingamál og annað. Við þurfum að auka okkar þekkingu á þessu hlutum. Við þurfum að mennta yngra fólkið á mjög breiðu sviði sem nær alveg frá jarðvísindum og yfir í félagsvísindin og þá í gegnum tölfræðin og eðlisfræðina og verkfræðin og þar eftir göttunum, sko. Og við þurfum að byggja upp þessa þekkingu í landinu. Við getum gert það með því að setja upp
til dæmis ákveðin prógrami svo meistaranám sem er þverfaglegt meistaranám, geti jafnvel verið þvert á alla háskóla, geti verið sem sagt hamfarafræði. Eitthvað svoleiðis og allir háskólarnir taka þátt í hver er kannski með sinn hlut og annað. Og við byggjum þá þekking í landinu en við getum ekki að vera að mennta heiminn. Og það vantaði svolítið að það kemur fram í samtölum mínu við Grindvíkinga að ég hef orðað þannig að þegar þeir flúðu þarna í byrjun nóvember undan einhverjum djöfulgangi undir fótum sér og bara urðu að fara út úr bænum að þegar þeir keyrðu fram í Bláa lóninu það var ekkert sem tók við sko. Það var eins og hamfara viðbragðið væri allt á ykkar sviði að vera að meta það hvernig jörðin var að hreyfast en það gleymdist eiginlega hvað gerum við 4.000 manns á flótta. Akkurat. Það er jafn mikilvægt að vita nákvæmlega hvernig við ætlum að taka á því. Það er ekki nóg að bara henda fólki inn í eitthvað íþróttahús og láta að sofa á dínu. Já, eins og núna eru margir bara einhverjum sumarhúsum upp í Brekkuskógi. Já, þetta eða maður sem var að tala við í gær sem að fengi inni í húsnaði sem að fólk sem að býr erlendis var með og leiðum að búa, svo komu þau heim jólin og þá voru þau hjónin bara okkur vergangi, þá til hann eiginlega neittist til þess að vera 3 nætur í Grindavík þvert gegn huga sínum og svaf ekki neitt. Konan hans vildi ekki koma með og hún var í hjólísi. Þetta er bara... Já, þetta er óþarfi að mínu mati. Við erum betra samfélag en þetta. Já. Ættum að vera það. Og þetta er það sem við talum þess að þetta alltaf vera þverfaglegt, ekki bara menntun, heldur líka hvernig við tökum á þessu. Já, við erum ekki bara að byggja upp þekkingu, þetta er líka reynslu. Já. Hvernig við eigum við þetta. Og við verðum bara, Ísland er Ísland, þetta er raun og verið eitt stórt eldfjall sem er líka með jökla og bröttfjöll og fjöll eru yfirleitt óstöðug. Það segir sér sjálf þetta eitthvað sem stendur upp, við vitum alveg hvernig með sandhaugin sem hann er hærri því meira hreinur úr honum og að búa hér, við verðum bara að takast á við þá staðrind að við þurfum að þekkja okkar eigið umhverfi. Við þurfum líka að kunna að ræða það, ég manna einhvern tíma sagður eitthvað vellina í Hafnarfirði og þú varst bara skammaður fyrir það. Já, það er eins og, eins og þú væri eitthvað að, ég veit ekki hvað, það væri að móðga hvort með því að segja þetta. Ég get hvort að menn voru að hafa áhyggjur af fasteignaverðið eða eitthvað þess að tala. Við verðum náttúrulega að geta rætt þetta. Auðvitað verðum að geta rætt þetta og það er ekki nóg heldur að ræða kannski eftir á. Ef menn ætla að fara að byggja á einhvern stað, þá myndi ég segja að það þurfi að þá verður búið að taka svæðið út við tillit til náttúruvár og fólki sem kemur þangað, það veit hver hættan er, hvaða möguleikarnir eru og það getur þá tekið upplýst ákvörðun það að það vil vera þarna þrátt fyrir það. Það veit af þessu. Við megum ekki stinga hlutunum undir mottuna eða hausnum hon í sandin. Það hjálpar okkur ekki neitt. Eins og þú ert að benda á það tökur líka fólk ákvörðun sjálft, þannig við þurfum ekki að taka ákvörðun fyrir alla. Það er ekki Grindvíkinga að fara heim eða Grindvíkinga að fara ekki heim. Það verður alltaf eitthvað spektrum í þessu. Já. Fólk metur þetta öðru í sí. Mér finnst að þeir þurfa að taka þá ákvörðun sjálfur. En það er til dæmis að þú ert að nefna svona viðbrögð að það verður með Svartsengi þarna sem að það er dælt upp heitu vatni og það er hitavitan sem að Grindvíkingar eru búin að missa. En allir á Reykjanesi getur líka mist og við höfum engan viðbúnað til þess að svara þessu þá þyrftum við líklega að hafa einhverja svona dísel risakatla til þess að hita upp vatn. En það er bara ekki til. Nei, en þeir eru farin að bora reyndar. Já, þeir eru byrjað að leita vatni þarna við Garða og það. Já. Og þetta er það sem við þurfum að gera. En okkur þarf, okkur byrgjum við brunnin eftir að barnið er fallið ofan í hann. Það er svolítið þannig. Það er nú það sem er svona, eigum ekki að byrgja brunnin áður, þannig að þetta er engin núna. Og Reykjaneseldar sem eru byrjaði núna, að þeir segja að tíminn er liðinn, en nú verðum við að vera með plan. Hvernig heldur við að tryggja orku og heitt vatn á Reykjanesi? Og Reykjavík. Hvað gerist eða verða umbrot í henglinum? Ég veit ekki, þú veit ég það ekki. Hvað gerist þá? Hvað erum við með í henglinum? Við erum með Nesavelli. Við erum með Nesavellina og við erum með Hveravellina líka. Nei, Hellisæðvirkjun líka. Já. Og nú þetta er ekki spádóman. Þetta er bara að segja, það getur komið gos þarna sem setur þessar báðar þessar virkjanir í hættu. Við höfum dæmi gos sem var þar fyrir 1800 árum sem gaus á Nesjavöllum
og gaus líka fyrir ofan Hellisheiðarvirkjun. Þannig í síðustu Reykjaneseldunum, þá voru gosana. Já, þar síðustu. Já, þar síðustu. Og einsleika við erum með Hveragerði og við vitum að hraun hafa flætt þar niður hlíðina. Enginn að segja að það sé að fara að gerast, en það hugsanlega getur gerst aftur í framtíðinni. Við verðum að vera viðbúin hvernig ætlum við að takast á við það. Og ef að hvernig að það menna að leysa það vandamál ef að þessar báðar virkjanir dett út. Og við erum líka með rafmagnslínurnar beint yfir Hellisheiðina. Og þannig að við getum, það er alveg mögulega, við getum mistið allt saman. Já. En þú ert ekki leggja til þess að við látum eins og það sé að fara að gerast á morgun, heldur vildur þú sjá eitthvað svona plön hvernig við bregðast við? Við hugsaum okkur hvernig við ætlum að eiga við það og ef það er hægt að vera með varaáætlanir, sem sagt eitthvað í bakhöndinni, sem að tryggi þá að jafnvel þó þetta fari, þá erum við samt allt í lagi. Og þetta er svona bara með Keflavíkurflugvöllinn, en ef að hraun fyrir yfir bæði Reykjanesbrautina og Suðurstrandarveginn, þá er náttúrulega vestur hlutin Reykjanesi einangraður. Og þar á meðal Keflavíkurflugvöllur sem öll okkar alþjóðlega traffík fyrir hann. Hvernig ætlum við að leysa það? Það er alveg örugglega hægt að fljúga frá Keflavíkurflugvöllur til Reykjavíkurflugvallar og annað, en það kostar meiri pening. Hver á að borga fyrir það? Og þar fram eftir göttunum er ekki betra fyrir okkur að hugsa allt í lagi. Við erum með Keflavíkurflugvöll, alþjóðlegan flugvöll hérna. Setjum annan alþjóðlegan flugvöll einhvers þar á landinu þar sem að hann aldrei 100%. Utan gósbelta. Já, bara það sem að áhættunar eru aðrar. Þannig að þeir fara ekki báðir í svipuðum átt. Þú þarft að fara svolítið langt til þess að komast út úr svæði sem er eiginlega laust við þess hættu. Það var Egilsstaði eða eitthvað? Egilsstaði, já, okkur ekki. Okkur má ekki, ef við hugsaum þetta, byggja upp Egilsstaði, byggja alþjóðlega flugvöll þar, klára að bora göng frá Norðfirði gegnum Mjóafirði upp að Seyðisfirði og síðan upp úr Mjóafirði þar því að styttra upp á Egilsstaði, tengja alla byggðina. Er það ekki komið grunn fyrir svona 40.000 manna byggð? Já, líklega. Það er eitt að því að þú nefndir Kröfluelda og að því að við vorum búin að tala Reykjanesvirkjun, Svartsengi, Hellisheiðarvirkjun og Nesjavelli, að þetta er allt að pumpa upp hitanum í jörðinni. Og ég man að þegar Kröfluelda voru, þá voru svona óttu það að virkjunin geti eyðilagst, en raunin var svo að hún var miklu betri á eftir, það kom miklu meiri hiti eða ekki rétt. Jú, það kom meiri hiti og meiri orka. Það er ekki gefið. Við getum líka mistað að bara fari hitin, er það möguleiki? Það er kannski svona atbyrðum minni möguleiki á því, því að þú ert alltaf bæta kvikvann inn og það tekur tíma fyrir hann að kólna og hún alltaf gefur orku inn í kerfið. Vandamálið í Kröflu var að þetta varð of heitt. Það var ómikið útfelling og menn eru að bora oftar og það kostar alltaf peninga líka að bora hólur og það var að bora þær út aftur og annað, en þetta greinilega borgar sig. Þetta er ekki fjárhagslega óhagkvæmt, en við erum með svona háhitavirkjanir, erum við að taka áhættu og það er bara metið þannig að það sé ásættanlega áhætta. En það sem við fáum út úr því er þess virði að taka þennan séns og ef við getum keypt þessar virkjanir í 40-50 ár, þá er það margbúin að borga sig. Og þetta er svona munun á því að fara út í þetta á þess að hugsa og segja að ég ætla að taka þennan séns og ef þetta gengur upp í þennan langa tíma þá erum við í góðum málum. Margborgar það sig. Þannig það er áhættuna virði. Það er það svo. Þorvaldur, takk fyrir að koma og svona vera með þessa vangaveltur ef að skí og ef að mundi. En samt kannski fyrst og fremst að við þurfum að fara að venja okkur við tilhugsun að svona er Ísland. Já, við bara verðum að setja okkur við að Ísland er eldfjallega og það er svona stundum erfitt að takast á þetta allt saman en við höfum gert það í meirinn 1000 ár og við getum alveg haldið því áfram. Kærar þakkir. Og nú ætlum við að fara á allt aðra brautir, við ætlum að fara í leikhús. Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming af ráðstöfunartekjum verkafólks í Eflingu. Hvernig er þetta réttlæta það? Efling stéttarfélag.